Ef ekki bara byrja þarna þátt. Já. Nei. Ha? Hvað? Gísli Rúnar dó í gær. En ég held að hann verið nú þegar dáinn. Þannig það var bara klónin hans. Halló, þetta Karlakofinn. Hvað segir þið? Þetta ekki Karlakofinn. Þetta ekki Karlakofinn. Og byrja alltaf þáttur svona ekki verið. Þetta Karlakofinn, Eins og við getum alveg viss og bara ætlar að láta þessu í fyrir. En þetta Karlakofinn, Þetta Karlakofinn. Þetta nú ekki mjög blöð. Ef við erum í útvarpinu, þá kveikir bara fólk á útvarpinu. Þá kannski gott að vita, já við erum hérna að taka þátt í hann þátt. En við erum ekkert út af já, við erum í podcasti. Axel, please, við viljum bara koma sér útvarp. Ég fyrir byrja mig. Já, og þú veist. Nei, ég vil ekki koma í útvarp. Nei, alls ekki. Það er svo leiðilegt að podcast. Sérðu hvað leiðilegt í þennan? Upp á Suðurlandsbraut, það bara heitt gluggi. Maður getur bara horft út og þetta rosalega mikið hljóðmengunir og þetta er Suðurlandsbrautin. Já, nei, þeir eru með ekki með eitthvað svona hljóðmengu Já, þeir eru mjög bara ef ég segi pjú þá heyrist bara. Já, það er svo flott á útsýnum og hérna er hann bara með eitthvað bækur frá 1917. Já, það er svo þetta er bara 1917 og hvað gerst á Íslandi 1917. Heyri, en það er sunnudagur. Það yrði fáránlega skemmtilegt bara að vera í beinni. Jú, Við erum svo að vera í beinni. Já, það var bara við getum verið með svona hljóðrás. En já, Sakar, hvað er þetta? Þetta er góð leið til að byrja þáttinn. Hvað myndið við að veiða? Á hvað útvarpsstöð? Það væri til að veiða, en ef einhver útvarpsstöðin er þetta bara hafa hamband. Já, sko það skiptir ekki máli hvað út á sögð með, en bara við erum til í þetta. Ég myndi vilja vera á jólastöð. Við fáum bara 100. Já, þetta er jólakarlakofinn 25. febrúar. Við þurfum ekki að fá borga, sko. Við erum ekki að fá borga fyrir það. Útvarp sögu á miðjunætt. En ekki beinni, sko, ekki beinni. Ástæðan fyrir yfir útvarp sögu út af Sæljans með svo lélegar græjur og þeir kunni ekki að taka þátt fyrir. Þeir nota iMovie til þess að filma hljóð. Já. Það er bara hann. Þeir eru bara með eitthvað svona tölvu. Úlfur bara með tyggjó, sko. Úlfur er útvarpsmaður, sko. Hann er með tyggjó í þá. Ég er FM 957 útvarpsmaður. Hvað veit ég? Talandi um tyggjó, ég fór í gegnum drasslskúffuna heima hjá mér í dag. Það er okkur margir sem hafa eina drasslskúffu heima hjá sér. Já, herbergi mitt er drasl. Já, ég myndi frekar kalla skúffuna mér bara ruslskúffi, sko. Já, ég er með drasslskúffu svona. Því þá er ég ekki að tala um því ruslatunna í skúffu. Þá er ég að tala um skúffan sem hefur alls konar pláss. Það eru plástrar, blýjantar og þetta er eiginlega bara allt hitt. Og hún var fáránlega skil, hún bara full af blýjantum. Og í gær þá bara tæmdi ég hana og fór í gegnum allt sem við ætlum að halda. Það var þá blýjantar, pennur. Ég pröfaði líka alla pennana okkar. Gá hvort þeir var það blekið þeim. Furðulega margir virkuðu. Og svo svo fór ég bara í gegnum allt. Og ég fór í gegnum það sem ætti að henda. Og það sem ætlum að eiga. Og það sem ég var ekki alveg viss Já. Og þetta var, ég bara var að hlusta á hljóðbókum minn fyrir skólan. En já, reyndar útvarpsstöður, En það er drasslskúffur, sko. Já, drasslskúffur. Já. Það er svona mjög mikilvægt að það séu á nákvæmlega rétta staðnum í húsinu. Já. Því það verða að vera, það má ekki vera alveg inn í andri. Það er alltaf inn í eldhúsi. Nei, það er alltaf á leiðinni inn í eldhúsi, svona næst í eldhúsi. Sko, ég er bara með svona eigin drasslskúffu, sko. Já, við erum bara með eigin drasslskúffu og hún er bara í eldhúsinu. Já, ég er bara með svona mínu herbergi, sko. Og hjá mér er það í svona kommóðu. Já. Það er svo byrjar að ganga inn í ég held að allir áhorfendur séu degju spennandi að vita hvernig drasskúffur okkar lítið út. En þarna bara svo það sé F957, nei, ég er að grínast. Já, ég er saman því. Nei, F957 er þetta betur stöðnum.
bara svo það sé búið og frá. Við ætlum ekki að ræða þetta mál, en bara við vonum það besta fyrir Úkraínu. Já, samanlega því. Ekki meira með það. Nei, ég vona ekki besta fyrir það, sko. Nei. En með útvarpsstöðurnar Það er ekki grínarmundur. Nei, það má gera grín úr þessu. Það getur maður ekki gera grín af fólkinu. Það er bara allir, meira þess að þó þetta sé bara spugstofan eða eitthvað. Þú veist, það er alltaf bara svona virðing fyrir Úkraínu. Já, við vitum að við erum Þau eru að gangi í gegnum erfiði smá. Svo bara í miðju Eurovision þá var bara eitthvað Ukraine, cool. Hafið var eitthvað Ukraine is so cool, I have no sex with Ukraine. Okay, goodbye. Mér finnst það dálítið pirrandi, já. Þetta yfirleikur dálítið stemminguna. Það er bara ótrúlega mikið fjör svona. Já, það er milljón mann ótrúlega mikið fólki búin að deyja í Úkraínu og svo bara allt bara í fokki hérna og bara heimurinn gæti bara verið að fara inn aðra heim. Við vitum þetta. En já, með útvarpsstöðurnar, ég vil ekki bara halda frá með það Ítalíu. Og það, hvað finnst þú verið dálítið svona exit-legir? Ég veit ekki. Ég þoli ekki exit samt bara svona 2 mínútna spjallag. 2 mínútur spjallag. Já, þeir eru kannski ekki mjög margir þætti. Við erum meira bara svona í spjalli, sko. Við erum spjalla lengi eitthvað. Rás 1 getur verið málið, sko. Nei. Við erum meira Rás 2, sko. Þau hleypa meira spjalli að. Nei, ég held að það er svona rólegt eiginlega. Já, það er bara eitthvað gamla fólk. Það er eins og útvarpssaga nema bara ef þetta væri Viðreisn ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Svona þannig daldið. Ég er ekki að segja Rás 1 spila sem deila bestu tónlistina ef ég var að segja það. Áttur Rondó Ulsla. Já. Við getum verið Rondó. Já, Rondó. Sem reyndar ekki eins og lengur útvarpi sem fánulega leiðir. Nú þarf ég Já, það er lungu ætti að heita síðan nóvember eitthvað. Þetta er bara á netinu. Hann er orðlega pyrrandi, núna alltaf í bílnum og ég ætla bara að stilla röndun. Núna verð ég að tengja síman með við Bluetooth. Og svo verð ég hata Bluetooth, það er svo pyrrandi. Ég sé það ekki Bluetooth heyrnatól. Ég nenni ekki verið að hlaða heyrnatólið mín. Þetta eru heyrnatól. Sko, ég myndi segja að FM 957, Exið og alla þær stöðvar, Exið 095, K100, sé svona ekvivalentið af autotune fyrir útvarpsstöðvar. Það hljómar alltaf eins og fólki sem með eitthvað tegund af autotune, sko. Já, það er hvað? Þegar allir tala, hljómar eins og sé eitthvað svona autotune á öllum, sko. Eitthvað. Það er alltaf svona, já, bara komin hérna á Exið, bara í beinu. Maður ekki veistu hvað autotune er. Já, ég veit hvað Það ætla að vera ekki falskur, sko. Sko, já, skemmtileg staðreynd. Ef þú horfir á hlusta á flest allar stöðvar nema Rás 1 þar sem þetta er bara gamalt fólk og líka er nú útvarpssaga. Nei, Rás 2 er ekki gamalt fólk. Ertu að kalla Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson svona gamla? Það er svona Ég kom inn í þáttinn aftur og ég ætla bara að segja. Þú veist hvað? Sigurjón og Jón, þeir koma inn aftur í þáttinn og ég ætla að segja þeim frá þessu. Við ætlum að hafa svona leynigjast og síðan túkna eðligjast. Nei, þetta er út af smásölu. Við höfum tvíhöfða. Já, það er lungu eitt. Við höfum heilahristing með Jóhann Alfreð þar sem hann gefur litlu fólki heilahristing. Heyrðu Ari, hvað griftur þú sleggjahamar? Jóhann, hvað er búin að gera? Hvað með þessa pönnu? Sko, við ætlum að hafa svona slagur, svona karlakon. Alltaf stutt í sprelli. Það væri alltaf svona. Hvað ef við myndum búa til okkar eigin útvarpsstöð? Hvað ef? Já, þá þurftum við að sitja hverjum hans að degi frá 10 til 6. Vorum við ekki búin að ræða þetta? Jú, þá Við höfum tekið svona útvarps. Já, Úlfur, þá var þetta radíóið. Mjög oft í þessum þetta, sko. Það var svona Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr. Þau byggu radíóið, sko. Það er einmitt sem er rosalega leiðilegt að við getum ekki fengið nota þetta. Mér finnst radíó kannski ekki. Þetta er kannski aldrei sletta, en mér finnst það svona. Ég geti vita hvað við ættum að kalla þetta. Við ættum að hafa þetta sem ótrúlega endurkomu útvarp Matthildar. Nei. Útvarp Matthildar? Já, það var útvarpsstöð sjálfstæðismanna. Grín útvarpsstöð sjálfstæðismanna. Davíð Oddsson stjórnaði henni. Við skulum ekki ræða frekar hana, Magnús. Hvað hétt hún? Útvarp Matthildar. Já, veit það. Nei, ekki útvarp Matthías. Já, útvarp Matthías. Það er það fyrsta sem ég held myndi að segja, útvarp Matthías. Þetta er bara ég. Þetta er karlakofinn, það er bara kveikt á mikrofónum. Hefur ekki bara takk það 2 mínútur og þannig, við byrjum núna. Ok, þannig þið megi alveg tala, en það heyrist ekki í ykkur. Þannig þetta er útvarp Matthías. Við erum bara eins og Dotty Dots. Úlfur sagði bara, við erum eins og Dotty Dots, en það heyrist kannski ekki í honum.
Og ég ein, ok, ég veit hvað þetta En sko, ég get ímynda mér sko að þú sér svona manneska sem getur líka bara alveg talað í svona Ég myndi auðvitað því hafa nokkar það skjöfum ekki Ég heyr ekki því sjálfum mig Talið við sjálfum í svona 2 tíma Já, Guðjón, hann gerði náttúrulega þetta hús á Bræðaborgarsíðunum En það var ekki nógu gott Hefur svo mörg áhugamál sem maður getur talað endalaust Nei, ég sagði bara eitthvað Ok, það var spennustöð á Bergþórugötunni sem var rifin Þú getur talað hús í hálftíma og svo tegunda og svo tegunda klukkutíma eða svona takmörkunin og svo bara hálftíma að tala tegunda af hundum það fer hann að ræða fánana í eftir það að tala fánana í Botswana og svo kemur þetta var Líbería og svo komur svona 5 stuðmannalög þeir reyndar hægt með alveg greina fánan nei, ég ekki að tala það var það var ekki Líbería, það var Líbía en Líbería var með sko fylkisfána sem voru ég smá svo skemmtilega staðreind Bandaríkin líka með marga slæma já, þeir finnst ekki ekki að bóta ég veist ekki að segja skemmtilega staðreind að þitt fyrir ætla að byrja með fánahlaðar það var sko upprennið í 5. bekk eða 7. bekk Geta podcastið en það var tekið já, auðvitað en ok, þið ætla að byrja með hlaðar með fána hvað var það hugmynd? Bara eins og allt þannig eins og kom ekki með auka þátt sem myndir Magnús og Mattias ræða fána Já, það er fánar, já Það var það sama og gerðist með og með eitt annað þorp sem ég ætla ekki að nefna þetta hefur nafnið því ég þekki að kannski að það kallar þetta allahlaðvarpið Þetta er með einum góðum með okkur, bara góðum félaga sem yfir mig Það tala um það er allir Já, og hann ætlaði að byrja með hlaðvarp og var búin að senda posta á ráðherra Það var meira að ég var að tala við einn sem er í 10. bekk og hann var einmitt með stjórnmál og hlaðvarp þar sem hann fekk meira að bara hann fekk hvað Þórhildur sinni bara helstu stjórnmálmann Íslands þessi, hann er bara í skólanum okkar Já, hvað síðan bara Það var í öðru sæti í spurningakeppninni í fyrra Já Ég var einmitt að tala við Þetta var bara á saman degi og ég var bara einmitt að tala við spurningakeppnina og svo kom hann bara þú ert með hlaðvarpið það ekki? Já Ég bara, já Hvað hefur hlustað á það? Nei Fucking halvviti bara Já En hann gerði bara 2 þætti Hæ? Hann gerði bara 2 þætti Hver? 2 þætti, já Var það eitthvað þannig bara? Eitthvað þannig, en hann er búin að vera með einhver 4 hlaður En já, bara til þess að koma þess í fram á svið þá unnu við þessa spurningakefni Já, með einu stíl Við vorum í 7. bekk og við vorum klára en allir í 8., 9. og 10. bekk Já, kláruðustu úr þeim bekkjum, sko Já, og við vorum klára en allir þvílíkast Og já, núna er að fara að koma í vikunni sem er núna að koma verður ný spurningakefni Og Úlfur er nú ekki með Þú ert aukamaður Ég er aukamaður Þú ert aukamaður, já Og við ætlum að rústa öllu úlingastíðinu Og 7. dagsspurningakeppnin Öskudagsspurningakeppnin Hvað ætli þið að vera öskudaginn? Maggi, ég er búin að Ég ætla að vera Sigga Kling Maggi ætla að vera Sigga Kling Ég ætla að vera Ég ætla að vera eitthvað fáránlega heimskulegt Ég er hugsa því Þú ætla að vera Lego-kupp Nei, ég ætla að vera jafnvel heimskulegur það Ég ætla að vera því En það er þetta mjög góð hugmynd Nei, ég er nefnilega með eina betri hugmynd Nú Þetta verður bara eitthvað ég verð emmeringur áður það var eina hrekkjavökunna það var emmeringur það var hundið en það kom að vera verslingur en ég hætti við það og það er núna held ég ætla að vera þýst það er þýst eitthvað andmælandi þýst MS í Morphís 2016 eitthvað þannig eitthvað svona Já, fólk áttur að kanna sig það Heyrðu, þú ert í MS Nei, þetta er andmælandi Þetta er andmælandi Þetta er svo relatable Nei, þeir eru alltaf í jakkafötum Já Ég veit ekki munin á persónuleikum á einhverjum svona Já, Matti er alltaf eitthvað tengt menntaskólinu fyrst mér Mér finnst menntaskólinu svona áhugaverður sko Ég er emmenningur í blóðinu Persón Ég ætla að segja svona söguna mína hvað ég verið á áskutan 2018 var Jón Viðar leikúsgagrænandi 2019 var Ólafur Ísleif þingmaður fólks eða með flokksins ég man ekki hvað var það Ég var alveg búin að gleyma Ólafur Ísleif sko Já, og 2020 var ég Darri Freyriksson á skjánum Ég man ekki hvað ég var í fyrra
Þú var ég var ekki En núna Jú, ég var Randi Þorláksson Já, og núna verður Lego-kubbur Nei, ég er ekki maður hvað ég verði í ár samt sko. Heyri, má ég koma En ég er komið Armundur, vertu Leslie Nielsen Það ekki? Já, ég skal hugsa málið alveg Þá verður að hafa Mjög viðeigandi, held ég Nú Að leika einhvern sem er Leiki einhvern sem er legend Nei, leika einhvern sem er Jú, ég get alveg hugsa málið, sko Já, ætlist Leslie Nielsen Vertu þá hvað sem aðalkartur nú Naked Gun heitir? Frank Drebin Já, Frank Þú getur leikið hann Já, ég skal gera blackface, sko, verður maður Já, þú eru O.J. Simpsons Já, ok Já, þú eru O.J. Simpson Nei, ég skulum aðeins líta á einhver annað Ég er andmælandi MS 2016 í Morpheus Þú ætti að checka hver það er Ná, þú erum að tala um svona Já, skamlíf hlaðvörp að hann, sko Þá atna Ég hlaður, sko, en svo það er það er bara hætta eins og boltinn í netinu Ég er samt mjög glaður bara hvað við höfum haldið áfram Já, eins og bara ég er mjög stoltur Hvað er 30. vikan að því? Hvað þáttur þetta? Þetta er þáttur númer eitthvað 28 aldrei 29 ekki? Nei, Það er 27 Já, þetta er 28 28, já Já, en já, sko, þá er náttúrulega eins og spunakast Það var skam En Þið verðið aldrei Já, út að, Úlfur, sko, það ég fæ þessu spurningu mjög oft, sko Hvenær kemur meira spunakast? Já, Og ég get alveg sagt það fyrir árunda Ég og Úlfur höfum allt pælt alveg í því í vetur Og maður kannski eftir að koma aftur saman að taka nýjan þátt En það hefur ekkit verið komið úr þeim Við erum bara að biðja Það besta við erum bara að biðja eftir eitthvað að skrifa undirskriftarlistan Þá erum við til að koma Já, ok, hér byrjar Það besta við spunakastið var logoið Já, þú hlustar í Hér byrjar spunakast Heyrðu, en skjáþátturinn í gegn Jæja, komið sæl og velkomin í spunakast Já, halló Þetta er bara þáttur með 2, sko Já Það er ekki komið þáttur hvað síðan í júli eða Ég Já Druglar Já En Úlfur, mannstu hvað þú er þrólegur í spunakasti Þú er bara, Já, ég er svo rólegur. já Veist að spila á PlayStation Já Já, fun Ég er fact, nefnilega góður í að spjalla á meðan ég er að spila, sko Já, en þetta fun fact, sko, þetta Úlfur var að spila á PlayStation og meðan við tökum að fyrsta þáttin Já, svo fórum við að við vorum að lesa eitthvað handrit Já, jú, við vorum að lesa þetta var Þetta er Arnmundur og Úlfur Þetta var spunakast hérna og útvart Við vorum literally bara að tala það sem gerðist í síðast Já, þá er búið að hætta við Það var náttúrulega bara Spunakasti er aflýst Það er búið Já, nei, ég ætla ekki út að luka við Nei, það er búið að útvart Mattías allavega Já, það er búið út af Mattías En þetta, já, Maggi, þú varst að tala um skjáin Já Hvernig fannst þér Horfðu þú á skján? Ég horfði á þáttinn Já Ég var bara mjög impressed fyrir utan að sagan meikaði engan sens Já, Það er málið, sko Já, mér fannst þetta að vera náttúrulega góð þáttur Já, ég sammála þetta getur einu okkar besta Oh my Já, hann var líka ekki á langur Og við náðum að koma mikið að sögu inn á litnum tíma Núna maður Nei, ég sakið Ég var að fá skilabóð Já, ég var að kaupa púðaver í gerðin Já Púlborð Nei, púðaver Það er ekki alls ekki svona stór Nei, ég fór bara í rúmfattlagarinn Og ég ætla að kaupa 1 púðaver Og þau voru já, 1 púlborð, ég ætla að gera svo vel Og ég bara En þetta tvítan rúmfattlagarinn Já Það er svona 8 tilkynningar Mattías Atlason tweeted Og ég svona, ok, flott Hjá honum 5 myndir síðan þá fekk ég aftur tilkynningu Þetta sama tweet Ég fekk það líka í morgun og ég veit ekkert hvað er í gangi Já Alltaf fram En já, ég var í rúmfattlagarinn Og ég hefti bara mér fín púðaver Og það ég myndi að fá púða Ég hef sófainni hjá mér sem hefur einhver púða í því Mér er alls sorglegt En ég var að kaupa svona púðaver Og þau eru bara alveg eins og púðaverin eins og púðarnir á rúminu mínu Svona saman litur og allt Ég man ekki hvernig rúmið lítur út Ég hef ekki komið í nýja herbyggið Við verðum að fara, koma til þín Við verðum að hitta Móa Já Ég bara einu sinni búin að hitta hann, sko Ég hef aldrei hitt hann Einu sinni búin að hitta hann, sko Já Ég verð þetta að segja ykkur Ég verð bara einhvern tímann að koma með Móa í settið hérna Hann myndi nagli tæklar, sko Hann nagar allt, Má koma hunda í Já, það má Nei, ég er að spáði, sko Það segir ekki matur og drikkur Hann ekki halda ekki, sko Ég vona að það með að Hvað meina þú? Mói, hann verður í þessum stól Verður bara hérna, geltandi að borða Tom og Jenna keks Já Hann gestur þetta ekki sérstaklega mikið Nema þegar hann er úti En það er mjög skriðið Já, hann nagar allt
og ég var að skilpa og hann er að naga púðaverið sem ég var að kaupa. Það myndi honum með gula púðaverið. Hvað er kannski að setja hana inn á Instagramið á þessu TV? Þú ert alltaf að senda svona hundar mín. Ertu ekki bara með aðgang? Ég er með aðgang fyrir þessu hundana mína. Já, bestu bræðinir sko. Þú ert ekki með neitt svona, ert þú með Twitter-akkánta fyrir Lubba og Móa? Nei, bara Instagram. Bara Instagramið sko, bara grammið. Bara grammið. En alltaf þessi nýja skjáttur fyrir það sem ekki horft á hann, þá kannski er þetta svona, þetta er ekki sketsara, þetta er smá svona special. Já, þetta er svona þetta er murder mystery. Þannig að það er matabóð, ekki með viðburun, einhverju myrtur, ég ætla ekki að segja hver, og síðan þurfa að finna út eitthvað svona ættargátu og finna út hver drap alla inn í óveri, inn í einhverju blokk. Þetta er bara góð þáttur. Það er gamall karakter sem kemur aftur, en reynda bara í smá stund. Það er samt mjög gott, og nýr karakter, þetta glemma því. Já, hann er bara, ég held að við sem aldrei. En ég skal segja ykkur hver gamall karakterinn er, en ekki í hlaðvarpinu. Þetta áttur að heyrast. Já, þetta heyrðist alltaf sko. Hann slöktu öllum mikrofónum. Já, en það heyrist. Hann slöktu öllum nema einu það ekki. Nei. Já, slöktu öllum, já. Já, ok, heyrðu ekki til. Þetta er betra en mýrin, sko. Þetta er betra en mýrin. Allt er betra en mýrin. Já. Þarna, Arnaldur Indriðarsson að fokka sig, sko. Já. Við erum betri. Heyrðu, Úlfur, ég held að Úlfur sé komin þarna, sko. Já, það er komin í 20 mínútur inn þáttum. Þetta er hvernig Úlfur byrjar svona að vera alltaf spenntur, hann er komin í skapið. Nema í einum þætti sem Atli var þegar hann var ræðum bólusetningar. Já, við vorum bara eitthvað. Ég fyrir að deyja úr leiðindum þegar maður fyrir að tala um eitthvað. Já, við vorum bara þarna, já, ég er ekki alveg viss með bólusetningar. Það er eitthvað mikið að og eitthvað. Til að býða smá stund og Úlfur bara bólusetning. Já, Atli, hann var svo mótmælandi bara eitthvað, það er eiturlyf í þessum bóluefnum og ég bara Atli var bara breytist í ákveð. Ert þú búin að skrifa spurningar fyrir ásamt öðru fólk? Nei, ég glemt, en af hverju notu ekki bara sömu spurningar senast, fyrst að hann kom aldrei út þáttur. Já, mig. En þá kom aukað þáttur sem heit af hverju kom enginn kalla út síðan og sunnudag, þetta er svona bara þáttur og þeir tveir keftu þá senast. Þeir tveir keftu. Já, þeir tveir, en ég og Maggi núna. En ég skrifaði spurningarna. Já, skiptir ekki máli. Heyrðu, já, það er rétt, já. Spurningarnar, já, við vorum með vína. En já, hann var mjög aldrei liði. Einmitt með liði, sko. Það er síðasta þætti. Nefndur hann í var senast. Nefndur hann í auka þættinum? Að við vorum með, hvað? Vinaleikin. Já, örgulega, en við erum núna hvers meira að nefna þetta. Ég elska hvað. Ég ætla að deila með þér. Vinur. Já, ég deila þessu með mér, ok. Eða maður vinur, eða vinur, þá er maður bestu vinir af eilífu. En þetta var svo mjög skrýtna spurningar, sko, Maggi. Á tix.is. Þetta var, Mattías, þetta eru örugglega skrýtna spurningar sem ég fengi, sko. Ég er endur að Bráðir. Mér fannst þau svo horfðir á bókaæklunum og bara Þetta er bókaækla, ég myndi segja það í lífinu minnur. Brjálað. Ég búist við þessu á bókasafninu. Ég var bara búist við bókum á bókasafninu eða neða. I'm a chihuahua. Já, I'm a chihuahua. Er komin með listan? Þannig að, já. Syngjum við svona endur En já, ég ætla, er talað liði sem ætti að koma aftur. Ég veit að gera stuðmanna-karaoke með matta aftur. Já, við getum íslenski karaoke. Við fórum fram. Já, við fórum fram og heldum fund hvernig við ættum að halda áfram þáttinn. Og þetta var bara ágætt. Og ég var bara með það, ég sem er hugmyndalægi, sko, hvað maður syngur í taktu tíma, í taktu tíma. Já. Ég veit ástarduett. En hefur svona hýrt í taktu tíma? Ég held ekki. Þetta í taktu tíma. Sko, ég vil að gott að ég fyrst, þannig að kannski næst þetta. Já, þú er alveg Ég skal taka ástarduett í dag. Ástarduett, já. Ástarduett. Já, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegur liður fyrir áhorfendurna. Já, fyrir þetta stuðmanna-karaoke þá fengum við sérstakann gest Ingu Sæland, glimmerdrottning. Já, en ég er bara að spá Amma hversu margir ætla að skipta yfir þennan stórskemmtilega lið. Enginn. Stuðmanna-karaoke. Það er bannað að skippa, annars með aldrei eftir að hlusta þáttunum. Heyrðu, er komið að stuðmanna-karaoke eða hvað? Blóði.
Sko þið megið syngja með ef þið viljum mig Já, við ætlum að fara fram. Já, ég sé alltaf með alltaf reynu einu svona ári, sko, þannig ég kann þessi lög. Nú alveg sann að frekar vel en ég fyrir bara fram. Ég er líka hún sem er að henda tyggjónum mínu og tekur svona korter. Já, ég kann það svona skotin af. En ég er mjög hræddur við það að henda tíman, ég sé hann kannski svona einu sinni á 4 ára fresti. Armundur, þú ert með Spotify. Já, ég er með Spotify og ég ætla þá að finna textan. It's Spotify time. It's own now. Herðu, kannski við ætlum að fá Armund til þess að koma fram og ég ætlum að væða mína mikinn. Þið ættu að tala vinaleikina. Ég skal vera með Matta í karaoke. Það er svo koma ný mynd á Disney Plus sem heitir Keeping Up with the Joneses. Þetta er spy, comedy, action, adventure frá 2016. Já, comedy, það er ekki Netflix original. Nei, þetta er Disney Plus. Þú ert ekki að tjekka þessu. Ok. Keeping Up with the Jones. Af hverju er þetta ekki bara eins og Keeping Up with the Kardashians? Við erum njósnara fjölskylda. Já, þetta er eitthvað svona mjög eitthvað svona og síðan kemur eitthvað svona. Svo er þessi horny þetta er eitthvað Inspector Gadget kærasti sem er eitthvað svona þú og ég er bananinn, þú ert kleinfingurinn. Einspurning, is Emily Ratajkowski a bad actress? Ég veit ekki hver það er. Nei, ég var nefnilega að fá tölvupúst sem þetta is Emily Ratajkowski a bad actress? Var ykkur bara að senda þér hana? Nei, þetta er þarna hvara samfélagsmiðlum. Og ég er í áskrift, ég kann ekki fara úr áskrift. Fyrir ykkur iPhone notendur þá er Truth Social komið inn á App Store. Er það komið? Já, ég er bara að hætta við, sko, þeim er maður sjá logoið. Ertu með það? Nei, ekki núna. En þarna eitt annað, bara rétt að þarna farið inn á Spotify, skrifið Humi, það er mjög góð tónlistamaður sem heitir Humi. Sjátt á Já, hann er starffræðikennarinn okkar og tónlistamæður. Please gefa ykkur betri enganir. Ég skal gefa Mr. President næst. Við erum að auðlýsa hérna. Það er næsta karaoke lag. Já, ég er með. Við erum að heita ykkur hérna Mattias að syngja á stöðmanna. Já, ég ætla að henda tyggjónum mínu. Ég er dáin og ást sem hjartað dæli blóði. Ég heyr engan mun á hávaðlega hljóði.
Takk eitt annað lag á með bíum. Við kannski Hvað var það? Ég ekki að taka hérna. Við skulum. Hvað lag voru að taka? Hvaða lag? Það er líka texti hérna. Ég byrja bara með nýtt sko og ég bara var búin með það sko. Ég ætla að reyna að stilla eitthvað annar lag. Nei, það er alltaf búin að kveitta honum bara sem við komum hingað. What? Já, ég kveitta honum þegar ég kom inn alveg stónglótt. Við tókum smá fund. Heyrðu, við tókum dálítið smávægislegan fund. Hvað, ef að fara vinnuleikin? Vinaleikinn? Nei, þú ætlar að segja eitthvað fyrst. Leikskóla vinnuleikin. Já, ég segi það komment. Já, komment. Ég er nefnilega með sem ég langar mjög mikið að segja ykkur sko. En þannig ég var bara sko Facebook að gera það. En nefnilega Facebooku sem þetta ég man eftir. Það er fólk að segja ég man eftir þessari gamlu barnavísa. Ég man eftir Spaugstofunni. Síðan mynd af Spaugstofunni og svona ég man eftir einhverju. Og svona úr æskunni. Ég man eftir KSI Hafnarfirði. Þetta hafar og eitthvað. Síðan sá ég nei, ég er bara að segja eitthvað. En þarna, síðan sko sá ég eitt mjög síðan var eitthvað að segja bara, ég er að finna bara, og það, veitu rosalega er þetta eitthvað leiðilegt og hvað er mikið að leiða að setja þetta veitu, já, veitu, ég skrifa hérna Nú veit ekki ég. Nei, er það læst? Það er ekki læst. Nei, læstu Já, ég ætla að læsa með hennan, sko, leiði bara bara bíða. Það sagði eitthvað hérna, ég man eftir Úllendoff, Kikkilani, Koffibani, Kikkilani, Úllendoff, þessi gamla barnavísa. Og þá skrifa Það er smá vandamál við þessa barnavísu. Hún er dönsk. Já, ég veit ekki, ég heldur sér dönsk. Mér minni það hvort það sé eitthvað önnur bara sem sé sænsk. En þá skrifa gamanklart sem þetta er Pétur. Pétur Jóhann? Nei, en hann skrifa hérna komment sem segir ég man eftir þessu, við brundum við félagarnir, einu sem hún í kokki á hvort öðru, svona var þetta við strákarnir forvitnir, við þorðum ekkert að tala við stelpur og ég bara þannig að þau voru að brunda hún í kokki á hvort öðru þannig að 1960 eitthvað meðan þau voru að syngja Úllendoff Við talandi þetta ég er mjög líka að segja frá Bítlunum og Hljómsveitinni ég bara lá upp í rúmi í gær ég las þetta bara rétt á henni að fara að sofa bara með opin augum bara stari hvað er í gangi já ég var andvaka út af þessi gamla ég ætla að sína eitthvað mynd á þessu manni á meðan laufin sofa leikja spaðarnir andvaka þessi maður hann er bara að taka svolítið mikið að krakki ég er með mjög líka sögur endar þetta eru Bítlarnir John Lennon þið vitu Bítlunum hann sagði að hann og Paul McCartney og Ringo Starr ég maður ekki voru þetta var hann og svo einhverja æskuvinir hans þeir hefðu bara hitt í húsinu Paul McCartney minni mig og þeir hefðu bara allir slökkt ljósin og bara byrjaði að fróa sér ég er ekki grínast John Lennon ég held að þetta sé orðið óþægilegt ég ætla að giska við séum búin að missa 3 áhorfendur og líka sko eitt annað bara þegar þið voru 12 ára einhverjum voru allir í Bítlunum en það var hann og einhverjir vinnir hans og ég kom bara saman og bara en líka eitt annað sko þessi maður en þetta er ekki allt þessi maður gerði þessi maður sko eitt annað líka sem er líka bara mjög skrítið að síðan þá sagði einhver annar sko já síðan sagði einhver annar ég man eftir að hanga tímanum saman inn á Facebook þá skrifa nákvæmlega sama kommentið eitthvað ég man eftir þessu og bara hann er bara eitthvað hvað er í gangi þessi gæi, þetta er bara eitthvað gæi sem er að grínast sko. Nei, hann er ekki að grínast Þetta er eitthvað grín Ef að þetta sem Mattías sagði er satt þá lítur þessi sko það vandarlega John Lennon
Hann sagði þetta í viðtali. Það sagði, já við hefur sagt það og við vorum bara allir bara höfum gaman til okkar og við gerðum þau sjálfum okkar glada. We masturbated together in a room. Og býti Cold black já, in the room. Þeir voru bara slökkt ljósin. Masturbated. Þeir voru sko með svona 4 hægjendastóla sem voru svona í hring. Já. Og þeir bara Já, gaman Talandi masturbation sko. Ef við séum að vídeo með Gordon Ramsay í Masterchef. Hvað? Nei, allavega, hann sagði sko. Þetta hvernig við gerum þetta? Nei, byrju, hann sagði í Masterchef sko, mjög góða línu. Má ég giska? Já. This is not masturbating, this is Masterchef. Já. Það? Já, hann sagði svona, it's Masterchef, not masturbating. Ok, nálagt í. Og þetta svo frábær línu. Ég veit ekkert í hvaða samengi, en bara, ég sá þetta á YouTube. Þetta náttúrulega Ég runga sér í miðum þætti. Já. Ég svo graður yfir þessum kjúklingarétti. Ég gerði leikskóla vinnuleikin. Let me stop that turkey. En ég kom með stef fyrir hann lið. Ég fann þetta á Spotify. Þetta passa mjög mikið við. Passa með það? Nei, þetta passa fyrir. Þetta ekki á meðan voru svo spurning. Jú, við notum þetta líka bara þá. Ef við ekki að hlusta á Gíu? Nei, þetta passar við, Maggi. Okay, en þetta byrjar svona bara svona, þú veist, þetta er svona lag sem tengist nafnu, svona vinalegt og svona. Bara Loki fannar. Bara eitt sem langar að kannski. Við hættum við með Loki fannar, sko. Bara ein hugmynd. Já. Svona Eurovision lögin, ok, búið. Já, ok. Þú mátt velja ef þú vilt, ég sagði það bara. Nei, ok, þetta, við ætlum að nota þetta lag. Þetta tengist nefnilega mikið. Og ég yfirgefa herbergi. Ekki hafa þetta svona hátt samt. Við erum hérna komin í vinaleikinn. Við ætlum að byrja að spyrja Mattías. En Magnús spurði okkur Úlfa þessu síðustu viku. En þetta var mjög áhugavert nefnilega. Ég ætla að gera remix yfir þessu lagi, sko. Benjamin í kompunni. Benjamin í kompu, hann syngur þetta aftur. Hann fyrir Örn Árnason með útgáfu, sko. Við erum landi, sko. Ok, ég fara. Já, heyri, en þarna, já, og ég er að finna skjalið hérna. Þetta er ekki að geta það bara. Eitthvað annað. Já, bátasmiðurinn, þetta er Örn Árnason. Nótum á. Já. Ég negli og saga og smíða mér bát og síðan á sjóinn ég sigli með gát og báturinn vaggar og veltist sæ ég fjörugum fiskum Maggi skrifa þetta svo illa ég þarf að taka burtu spurningarnar hjá mér og Úlfi hann ennþá með þeir og síðan á sjóinn ég sigli með gát ok, við fyrir að byrja Mattias, hver er minnst uppáhaldsliturinn þinn? Ég fjörugum fiskum með færinu næ Nei, ekki gulur. Ég negli og saga og smíða mér bát síðan á sjóinn ég sigli með gát og báturinn vaggar og veltist sæ ég fjörugum fiskum með færinu næ ég negli og saga og smíða mér bát og síðan á sjóinn ég sigli með gát og báturinn vaggar og veltist sæ ég fjörugum fiskum með Þið líka bara með svona náttúrulega liti. Já. Sko, ég ætla að segja gulur. Hún virkar bara í einu sammengi. Hvert er uppáhalds emoji tjákn, Magnús tjákn? Hvað er uppáhalds tjáknið þitt? Uppáhaldsjáknum mitt, það verður augljóslega að vera Íslenski fáninn, sko. Íslenski fáninn. Er þetta ekki alveg, sko, þetta er hvað? Það lítið er ég ósköp fegin of
Ég bara að gefa hlifli. Hvað uppáhalds ferðalagið þitt sem ég farið í? Já. Til Flateyri. Hvort er betur, taug eða einnota gríma? Sko, þetta er 50-50 spurning, sko, ég veit ekki hvað það verkir. En hvað er betra? Taug hefur það. Hvað er minnst uppáhalds þáttur þér? Sko, Úlfur, hann sagði Office við þessari spurningu. Minnst uppáhalds? Já, hann hattar núna Office. Ég sagði London. Stubbstöðin. Stöðu. Nei, Bryggjubergi. Ég er bara að segja þetta í alveg svo. Ég er bara að segja byrjuð. En ég sagði þarna London. Hvaða manneskju myndir þú borða ef þú mættir? Ekki bjögur, bara það er ekki kjöt í honum, sko. Ég sagði sko Nick Kato var katt því að það er svo mikið kjöt. Ég er bara feta, sko. Ég sagði Ingvar Það er gils. Gils hefur svo ótrúlega mikið kjöt. Það er svo svona juicy kjöt til það. Hvað frægum manneskju? Sólbrún. Hvað frægum manneskju myndir þú búa með? Það frægum við þetta Nei, en það Svona er ekki. Pálmi Gesson, verður þú með Marga? Ok, já, þið spilum bara 3, 4, 5, 6. Já, þetta eru 7 spurningar á Marga. Á meðan maður horfðu á Brickleberry á Disney Plus. Brickleberry? Já. Það er spilum hérna, þetta er fóli, þetta er ekki alveg sko bara Nei. Fóli, Þetta er bara slæðið, þetta er bara Fóli Ég er ekki búin að heyra þetta lag í svo mörg á, sko. Skíin. Ég segi, ég nenni ekki að spila leiksölu. Skíin sólina villi til. Hvað er ekki að Birgitta Haugdal Mannana. Veit þið hvað, var þetta ekki hérna synga? Í loftinu. Vagnurinn væri grænari kápur. Nú rappa ég vesturland. Já, ekki feika, ég er unga. Ef ég spila hvað lag með trúbrotiða. Spila lag með trúbrot. Hvað er trúbrot? Það er Íslands hljómsveit. Við erum selja í 60s, 70s. Nei, spila eitthvað með hérna, hvað heitir hún sem bara sagði Garðar? Hún er ekki með hljómsveit. Jú, hún er hljómsveit. Hvað, ég spila eitthvað með trúbrot, Úlfur. Hvað er trúbrot? Það er hljómsveit. Ég spilaði eitthvað úr eftir hérna Sigurmóla hljómsveit. Finn eitthvað með trúbrot. Lögin, hérna, skrifaði tíulagið. Nei, þetta er eitthvað með trúbrotina. Heiði, en þarna, Magnús, hvað er uppáhaldsliturinn? Uppáhaldsliturinn minn? Er þetta nýja spurningar? Nei, þú varst með það spurningar. Uppáhaldsliturinn minn? Liturinn. Litur, það er bleikur. Bleikur. Nei, minnst uppáhalds. Minnst uppáhalds er brún. Brún. Hvað er uppáhalds tjáknið þitt? Það verður að vera mindblown. Þegar gæinn er með sprungið haus. Mindblow. Sprungið haus. En þetta er einnig geggja lagið. Ég veit þú, kemur frá 1968. Já, hvað sprungin haus, eða bara mindblown. Sprungin haus, já, ok. Hvað er uppáhalds ferðalagið þitt? Ferðalagið mitt? Það er góð spurning. Já, það ekki? Jú, það verður að vera bara, ég fór til Bandaríkjanna, Boston, Massachusetts. Já, þú er náttúrulega Boston-greki. Nei. Þetta er ekki Boston-greki? Ég farið til Boston, en það er ekki að ég sé Boston-krakki. Ok, Boston, hvað er betur að tauga eða einnotagríma hérna? 50-50. Einnotagríma, hún er miklu betur. Einnota. Hvað er minnst uppáhalds þáttur þinn? Minnst uppáhalds þátturinn minn er ég er ekki mikill aðdáandi af Family Guy. Það bara Þú mátt brenna í helvitina. Já, ég er samanlega því sko. Hvað manneskju myndir þú borða þegar þú mættir það? Enga manneskju. Maggi. Ok, ég myndi borða einhverja mjög litla mannesku, sko. Hver? Myndi borða Matta. Ég er regla ríkur. Ok, Matti.
Ok, hvað fræga manneskju myndum við búa með? Búa með? Það er spurning. Búa með, Nei. Ha? Nei. Þetta er þarna Overture frá myndinni Pee-wee's Big Adventure. Já! Þetta er svona þetta gefur mig gamla minningar frá svona 2015. Ég náttúrulega þekki enga fræga mannesku persónu. Nei, einmitt, já. Þú veist, ég veit búið með sjálfum þér. Nei, það má ekki. Ok. Þú ert að reyna, þú ert bara að reyna þetta svo mætti menn ekki giska rétt. Ok. Ég myndi búa Þetta lag er sko, þetta hérna lag heyrist þegar maður fer í hérna helviti sko. Það er Pee-wee og svona. En hvað, Andrew Garfield, bara alltaf að segja eitthvað. Hver í fokkanum það? Já, ekki spyrja. Andrew Garfield? Já, það er ekki eitthvað alveg. Arnmundur Sigurðsson, sko. Hver er það? Þú ætti ekki skilja að vita að þú veist ekki neitt þegar. Ég ætla að googla. Það er samt ekki, Náði Mattias. Það er samt ekki vont að vita ekki hver Andrew Andrew spurningar en þetta, sko. Æja, Andrew Garfield er leikari. Kannski hef ég ekki copy-pasta. Hann er einn af Spider-Man. Alveg típist að fá eitthvað svona Spider-Man mittleysing meðan ég ætla að segja það. Þú ert svo mikið hlúði á Ég er á senda skiptum svar. Já, má ég vera með Tom Cruise frekar? Allt sund. Nei. Ok, ég breyti. Þetta er alltaf ekki lag sko. Er þetta líka í Pee-wee's Big Adventure? Já, þetta er sama lag, drengur. En á meðan ég man sko, þú veist, allir að spyrja af hverju hatar Overture, sko. Ég hef miklu meira áhuga á svona myndum eins og Die Hard og Terminator. Augljóslega, þú ert ekki fantasíukrakki. En eitthvað svona Overture, fólk, offetusjúklingar með skikki og hoppa á þakki. Það er bara ekki alveg fyrir mér, sko. Offetusjúklingar? Hefur ekki tekið eftir hvernig allir offetusjúklingar í þessum myndum, ha? Úlfur, ég var að tala um Marvel. Úlfur hefur aldrei tekið eftir að allir í Marvel myndum séu offetusjúklingar. Úlfur? Chris Evans er vandasmiður. Nei, ég fyrir maður. Þetta er lag úr myndinni Pee-wee's Big Adventure. Það er ekki bara Daniel Alfa. Jú, þetta er Daniel Alfa sem gerir sem svo. Daniel Alfa. Hver er minnst uppáhalds liturinn hans Magnúsar? Það er eitthvað svart út í vitinu, það er stjárn í vitt. Nei, ég er að grínast. Hvað ætlar að segja? Minnst uppáhalds liturinn hans. Ég er rætt, held ég. Nei, það er brúnn. Liturinn hans matta. Ætla það sé ekki neongulur. Það er bara gulur. Það er rétt. Gulur. Ég var svo viss að myndi segja bleikur. Já. Ég veit þú hefur smá. En hvað er uppáhalds tjóknið hans Mattiasar? Ég ætla ekki að makka með kúkurinn. Magnúsar, segir kúkurinn. Já, það var kúkurinn. Nei, það er Mindblow. Springin haus. Uppáhalds tjóknið hans Mattiasar. Þetta er lagið I Don't Like Your Style með baraflokkinum frá 1983. Frábært lag. Uppáhalds tjóknið hans Matta. Ætla það sé ekki bara. Já, flýttu þetta einhver. Er það ekki bara íslenski fáninn? Það er rétt svör. Er það? Mæki, þú tók líka allt langar tíma í það. Já. Hvað, varstu að hlusta þarna fram þessar leiða? Nei, ég bara. Nei. Jú, ég Það gera. er auðstöðila. Staðan er 2-0 fyrir Magnúsi. Hvað er uppáhalds ferðalagi hans Magnúsar? Ferðaði sem ekki þessu ferði í þetta. Nei, já. Ok, það er þegar Mattias fór til Thailand. Nei, það er Flateyri. Flateyri. En hans Magnúsar. Var það ekki til Spánar. Nei, það var ekkert annað en Boston. Massachusetts. Já, Massachusetts. Já, einmitt. Það er mjög skilgjum ekki um þessi. Ég man mjög mikið eftir ferðinu. Heyri, en þarna, hvað er betra, hvort finnst Magnús er betra, tau eða einnota gríma? Tau.
Nei, það er einnota. Hverju? Hún er þægilegri. Já, en hún er ótrúlega fucking mengandi. Já, en öfugt. Mattias finnst það taugklíma þægilegri. Já, spil. Nei. Ég segi að það er ótrúlega mengandi. Það er út því þú sagði það viljandi. Það getur sleppt. Þá sleppum við bara þessari spurningu. Já, það var eitthvað sem, það gíska engin rétt, sko. Og líka... Já, einmitt. Það er líka því þetta er ekki því... Þetta er bara því 2 valmöguleikar. Já, ég veit, þetta var ekki góð spurning, sko. En hver er þarna minnst upp á sjónvarpsþáttur annars Magnúsar? Ég veit að hefur verið það einir. Munum við ekki vera copyright claimaður? Nei. Maggi, hvað finnst þér eiginlega? Við hvað? Þú byrja. Ég held að minnst uppáhaldsþátturinn hans Mattias sé Landin. Ég reyna að muna hvað þetta heitir þarna. Það, Pappójó. Minnst uppáhaldið hans Mattiasar var Brickleberry. Og uppáhalds, erst þú búin að segja Magnúsi? Já, Pappójó held ég. Nei, það var Family Guy. Pappójó er Legendary. Einmitt bestu 2 þáttir allar tíma. Já. 2 þáttir allar. En hvaða mannesku myndi Magnús borða? En meðan ég man þetta lagið I'm Alright með Kenny Loggins úr 1980 klassík myndinni Kadisha. Frábær mynd. Þetta er eitthvað gott lag, sko. Já. Annað lag, mannsku myndi borða. Og ég ætla ekki að halda áfram. Ég myndi borða Matt Green. I'm alright. Nei, en það var þú, Mattias. Þú varst nálega því. Þú varst nálega því. Það var grína þinn, sko. Ég veit það, þess vegna. Ég vil ekki borða mannsku. Já, Maggi, ég myndi borða bönum. En öfugt. Just take it as a compliment. Mattias myndi borða, veit ekki hvað spurning. Hann myndi borða Örn Árnason. En hvað myndi hann borða hann? Nei, hann sagði Gils. Ó já, auðvitað. Hann er ótrúlega kjöt, sko, hann er fónin sterkur. Já, þetta er alltaf fita. Það er ekki fita. Það er staðan eftir 2-0 síðspurning. Magnús, með hverju myndi Matti búa með? Mattias myndi búa með Guðjón Samúelssyni. Nei, hann sagði Pálmi Gíslason. En hver? Ok, Maggi myndi búa með... Það verður að vera alveg mannskja. Já. Ok, það er... Það er Tom Cruise. Manst ekki? I'm alright. Hann vil giftast Tom Cruise. Já, þetta er reference. Give me five. Hverju? Fyrir karlakona fyrstu. Ég man I'm alright. Maggi sagði þess að við vorum báðir að klappa líka minni mig. Og það sagði ég Tom Cruise verður manni fændast. Let me be. En staðan að það er 2-0 fyrir Magnús við þessu síðspurningu og ekki alveg góku. Við verum hérna á sama tíma í næstu viku. Við ætlum að fara í aðra liði. Og komið að tónlist í bili. En fyrst ætlum við að heyra Simma vil tala blóðmerahald í öskuliðinni. Nálægt í þú ætlar að segja brandara. Já, ég ætla að segja brandara sko sem ég sagði síðast að Þetta er 10 ára tíminn, þetta er 10 ára brandari. Nei, þetta er mjög góða brandari sko sem ég sagði síðast að þetta er 10 ára brandari, ekki 5 ára brandari. Já, en þarna sko, það ætlum allir að þekkja hann Egil Skallagrímsson, ekki? Ég man ekki hvort ég hef sagt hennar brandara á Mattias, ég geti vel gert það, en allavega, það veit allir hver Egil Skallagrímsson er. Já, klikkast að barni í sögu Íslands. Hann Egil Eðarsson, kærastan og Súls, hann var sko, hann nefnilega vegna þess að þeirra börkun oftur og frá í kenninu var að byrja sko að kenna í skólanum. Það var svona fyrst þegar hann lesi upp sko, þá sagði hann svona Egil, það er svona, já, þú veitir Egil, já, þú veist það er einn annar mjög svona frægur sterkur íslingur sem heitir líka Egil, þannig að það Gils. Ég vissi það! Og síðan svona Gils, ég var nú að tala Egil Skallagrímsson, hver er Gils? Gils, þetta var brandaratíminn. Egil er líka nafn fyrir sterkt fólk.
En já, ef væri mitt myndi koma út massa þá er ég bara eftir Egil sko. En já, á meðan Mattías var með hana stuðmanna karaoke, þá vorum við með fund. Þá fór ég hérna sögustundum. Já, heyrðu, það stuðsund. Þú ert að fara að vera gestur. Ok. Já, ég ekki bara til við þá. Já. Yes. Ég myndi setja hljóðinu þessu. Stundin okkar. Já, þetta var skemmtilegt. Heyrðu, slaka aðeins á. Komið þið sæl og verið velkomin í sögustundir okkar. Ég hérna Úlfur Marinósson og hingað ég komin Nornina Margréti. Já, gaman að sjá. Hvað segir þú gott? Nei, þú segir ekki. Ertu ekki alltaf í heita pottinum? Jú. Þú ert alltaf að borða kjötsúpu í heita pottinum. Nei, ég er vegan. Ha? Ég er vegan. Vegan Norn? Já. Er það hluti nú til dags? Þetta er svo mikið steipa. Modern life, er það ekki? Nei, þetta er nú bara ágætt. Þú ert græn, er það ekki? Nei, ég verður fjólublá. Ertu ekki svona green, fjólublá? Jú, ég er græn. Hvað er lífið nú til dags? Ha? Við erum hérna komið norninga í kompuna og hún er fjólublá og vegan. Já. Hvað ertu? Ég er Norn. Norn, ertu viss? Já. Ertu viss? Ertu með töfrapott? Ertu með kúst? Ég er ræktapott. Ertu með kött? Ég er með hund, ég er hundamanniska. Þetta er ekki Norn. Jú. Hvað ertu? Ég bý til galdraseiði sem að hjálpa fólki að verða grátt. Já, ok, það er eitt. Já, og svo held ég fólki gíslingu í kjallaranum mínum. Þú ert með hatt, er það ekki? Jú, ég er með bleikan hatt. Þú ert komin í ykkur allt öðrum fötum en þú átt að vera í. Ég er með bleikan hatt með fjörum. Ertu að grínast? Nei. Helvítis gamla mellaði. Hvað? Við fenguðu, ég held þú myndi vera góð, sko. Nei. Góðu gestu fyrir þennan þátt. Heyrðu, Dotti, hættu þessu. Þarna... Hann Dotti er dáinn. Þetta er uppvakningur. Fucking kræstnaður. Þarna, sko... Þarna, helvítis... Mér langar að segja ykkur á hörðu, en afskið, við viljum bara taka smá pási hérna. Ok, Dotti. En, Arnmundur var að sýna hérna, kæru gestum okkar, mynd af litla bróður, hérna, Magnúsar Sigurðar. Hérna, og haldandi á köku, afmælisköku. Þetta var ekki afmæliskaka, en hann gerði hana alveg sjálfur. Það er frábært. Já, alveg sjálfur, svo sannlega. Það heyrist ekki dýmur, ha? Nei, en já, sem hann gerði alveg sjálfur, ok, höldum ára þáttinn. Já, meitt. Þú ert svo leiðinleg. Nú, þú ert leiðinlegur. Hvað ert að tala um? Ég er bara Norn í nútíma lífi. Sko, þú ert búin að eyðileggja þáttinn. Ég held þú myndi vera svona green hag, nema þú ert bara ykkur gömul megla úr Hafnarfirði. Nei. Ég bý í Kópavoginum í Norðurlandi. Það breytir ekki neinu. Ok. Hvað ferðu í hagkaupa verslað eitthvað? Nei. Áttu börn? Já. Hvað heita þau? Simmi vil, ok. Vissi það ekki. Og síðan á ég dóttur. Hvað ertu virka á... Hún er svona grænu Norn og hún les smokkan. Ertu virka á einhverjum samfélagsmiðlum? Er þú ekki á Truth Social? Jú, ég nota bara... Nei, ég er á Twitter. Ertu á Twitter? Og Tumblr. Hvað höfum við fengið hérna inn, Dóti? Ég verð með lífstil. Þetta er mamma. Ég verð með lífstilshjálp. Hjálpa fólki að bæta lífstíl. Það er ekki það sem nornir gera. Ég er með langt nef. Ok, það er númer 2. Nei, ég held fólki í kjallaranum mínum. Það er fucking pedophile. Það er ekki norn. Er það ekki pedophile, er það ekki barnmenningur? Já. Ég kann mannræninga. Ég er bara með börn í kjallaranum. Þegiði Bjössi. Hei, Dotti.
Ég heiti Bjössi. Ég breytir í hund og þú heitir ekki að láta svona. Ætlar að breyta hús fyrir hund. Ég eitt af mikilvægastu manneskjum á landi. Varstu að sækja á mig, kona? Hvað að þér? Ég, veistu hvað, mér sama. Ingimar. Hvað í gangi með maður þáttmaður? Já, herri, Hvað ég enda þáttnina? Já, tíminn búinn. Já, þetta búinn sko drullaður. Eitthvað lokaorð. Já, eitthvað lokaorð. Nei, jú, þú Þú hafðir ekki einu sinni neina sögu til þess að segja. Þetta var sögustundin og Þetta var skemmtileg norðnæksend. Þetta var fávita nord sko. Þetta var hlúður sjöstætti. Nú afi. Þetta er svona Hver var að deyja? Nú afi. Nei. Anna, veistu hvað ég gerði í morgun? Nei. Ég var að Scary Movie. Já! Það er Scary. Og það er bara einn fyndasta mynd allra tíma sko. Það var sko brandara sem að eitthvað aðalkartin, hann brundaði svo mikið sko. Það var svona kona ofan á honum. Að brundurinn fór með honum, kona festið sér upp í lofti út af brundurinn í lofti sko. Þetta er besta mynd allra tíma. Getur þú talið hversu oft Scary Movie er búin að fá reboot þessi serið? Er bara framhald? Já, það koma 4 framhald og síðan eitthvað svona 8. Hvernig veistu þetta? Ég er mikill aðdáandi seríunnar. Síðan koma svona 8 spin-off-myndir og ein þeirra sem heit Spanish Movie sem Leslie Nielsen leik í er sú mynd sem fengið lélegust og einhvern á Internet Movie Database frá upphafi mælingum. Hann hefur fengið Svo líka Superhero Movie. Hann hefur fengið 2. Já, Superhero Movie. Hann átti fyrst bara að heita Superhero. Út af Airplane, Airplane, Superhero. Ég þarf að sjá Airplane. Hvað er sjá Airplane? Það var einu svona Prime Video. Þú getur hort á Logan Paul endurgerðina. Airplane mode. Já, Airplane mode. Þetta er alltaf einu mynd sko. Frábæra mynd, þetta er Pat Proft sko, sem þetta er Bachelor Party. Hún var að koma að Disney Plus, ég ætla að horfa á hana. Þetta er sex comedy frá 1984. Hvað finnst ykkur Dr. Proctor? Hann er svo kynþakafullir. Þetta er Prumpuduft. Þú var svo mikið aðdáandi, Armundur, að Dr. Proctor og Prumpuduft. Já, þegar ég var svona kannski 6 ára. Prumpuduft. Svo líka tímabæðkari. Ég horfði í alveg á Dr. Proctor og tímabæðkari bíómyndina. Það er movie sko. Já, ég er ekki að grínast einnig. Ég bara horfði á hana, hún var á RÚV og ég bara horfði á hana og hún var ekki gaman, hún var ekki skemmtileg. Hún var ekki gaman. Ég meina svo, þú veist, það var líka gerð með fyrstu myndina. Það var sko mismunandi leikari í nummer 1 og 2 sem líka. Hvernig veit maður þetta bara? Já. Ég sá myndin í bíó, ég man eftir þetta var ekki eins og þarna Inspector Gadget. Já. Ég elskar Inspector Gadget. Nei, ég hata það. Já, ég hata það, sem það er ég alltaf að tala út, ég hata það. Svo er líka nummer 2. Já, nummer 2. Ég sé alltaf svona, á hverjum eins og þegar ég sé það er líka nummer 2. Út ykkur hattar bara svona mikið barna. Brown Bricks. Ég hata Björgun, ég hata ekki Björgun Frans, þetta er eiginlega Það er svolítið bara svona, þetta er eiginlega. Það er ég að segja. Það eru tilfinningar á bakvið. En ef við ekki að tala um Júður svo Já, ef ekki, ok, ég vil koma í hérna þegar í gærkvöldi, þá var ég að spama Armund með myndum af Haffa Haff og... Já, eitthvað, Haffi, kjástu Haffa. Hvernig gerðu það? Nei. Jú! Armundur er mikið á móti fólki sem að stendur út úr og gerir hluti öðruvísi. Einmitt. Nei, sko bara, þú veist, þeir voru að sína þarna, þeir voru að spila lögin aftur, þú veist, spiluðu aftur svona atriðin. Já. Og þú veist, Það er þeir óþolandi. hafa verið að vegan fyrir homma, hí, og mamma, ég bara svona, er að fara að senda þennan geðsjúkling í Eurovision. Þú veist, hann er að fara að eyðileggja orðspor landsins og þetta er svona, hvað ertu, Armundur, frá Íslandi? heldur að við höfum orðspor. Já, við höfum orðspor. Armundur, reynda, já það var upp á spækunum mína. Nei, ég er ekki hans. Nei, Armundur, bara segja það. Já. Þetta var, af öllum lögunum í undirkeppninu, þá var þetta eina því sem það séns ákoma í úrslitin í Eurovision. Þarna Gía. Já. Ég varst þarna. Það er svo steikt hugmynd, þetta er, sko, þannig að ég held að Haffi Haff var það bara. Það er góð að við þetta. Þetta verður að vera eitthvað öðru, þetta verður eitthvað nýtt. Já, Hatari, það er út að vera hann lendi í 10 Þetta er sæti. eitthvað nýtt. Já, það er það sem ég er að reyna að Þau segja. eru að reyna aðeins of mikið, sko. Nei. Sko pabbi minn segir sko þarna. Einu ástæðan fyrir að þetta er samt besta lag í Íslandssögunar er að Sigga Kling var í því. Sko þarna. Hún er geðveikisjúklingur. Sko Hún hefur verið þarna. greind. Já, og þú líka. Nei, ég er Þú veist, það er mjög skrítið að hafa konu sem hefur verið, sem Sko er þarna. geðveik í
Þú vissum hún hafi verið hrein. Já. Sko Það þarna hefði ekki verið bara eitthvað að djöfa. Svo líka þarna Alltaf að gefa En já, hvað segir þú? Úlfur, Svo þú líka gæstur þarna- ekki að stamma. Já, Já, svo nei, það er út af því að þið eru að fá að tala. Já, þetta er bara, þú veist, þannig að Haffi Varnamöru gerum lag, mjög stökt lag Siggu Kling að borða hummus ofan á eldfjall. Eldfjall sem borða hummusarfnundu, hvað er það? Já, og síðan Sigga Kling ofan á því. Það var sætt í laginu. Það var samt ekki, það var bara í sýningunni sko. Ha? Ef maður hlustar á lagi, þá heyrir maður enga, sko, Siggu Kling. Ok, já, Ólfur, hvað varst þú að segja? Hvað var ég að segja? Já. Þarna, Nei. Það í kompunni. En því miður komst Argmundur. Gía ekki áfram, sem eitthvað sem við Íslendingar þurfum að laga. En nei, mér finnst Reykjavíkurdætur verða Já. Já. Það er betur en Gía. En samt, það komist ekki áfram í úrslitin, Gía. Það er leiðilega. veist, það er svarti þarna. Já, svarti sauðurinn. Vonandi er þetta svarti sauðurinn. Já. En þarna- Gía, áfram, Gía. Já, en þarna Nei, þeir eru bara að senda þarna blinda kallaða fólk. áður en að söngvakeppnin byrjaði, þá var ég bara upp í rúmi sopandi Gatorade að hlusta á tvíhöfða smásála special. Já, það var útrúlega góð þáttur. Ég er ennþá að hlusta. Ég er búin að heyra á því. Smásála veisla sko. Var þetta bara smásölun? Já. Og það var einn ekstra langur í lokinu um einhvern gæja sem var giftur einhverri þýskri glæpakonu. Já, það var skemmtilegt. Það var svo það var svo ógeðslega langt. Já. Veit ekki af hverju horfir á mig svona, Almundur. Más og lágur að vera 5 mínútur. Ertu bara alveg búin að mikla á mér? Ertu farin að kúka á mig, Almundur? Ég er búin að slökka á mikrofónum að Arnmundar. Já, Hann ok. hatar Gíu. og ég bara vera eitthvað svona. Ok, ég skal kveikja fyrir núna sem við hættir í Eurovision spilinu. Já, en Eurovision er svo Eurovision, er þið búin að toxic. heyra lagi sem Litáin ætlar að senda? Nei, Nei, Já, ég mun heyra það. er það þarna veganlega? Nei, ég var eitthvað. Hvað er aftur þarna veganlega? Svo var líka eitt lag það sem Nei, þau voru eitthvað ótrúlega dónaði. Ég held að það hafi verið Lettland eitthvað. Ég er ekki búin að heyra nein útlensk Eurovision. Ítalía er maður svolítið mann aftur. Er það sem að heyra þarna lettinska lagið, þarna veganlegið? Já, það er dónlega hérna. I'm a vegan. Nei, þarna var það vegan. Ég menn það ekki. Jú, það er Lettland, það er Lettland. Pussi lag. Já, ég er að tala um það. Já, það var dónlega lagið. Já. Og það sagði í því, eat the pussy. Já, Ekki hérna grínast. já, þetta er lagið, sko, já. Þetta má ég spila fyrstu 3 sekúndur þar úr því lagi. Svo er líka hérna Noregur, ég er búin að heyra Ég norska var lagið. að spila það. Já, við erum að spila norska lagið, Gift at Wolf og Já, Banana. við þurfum líka að enda þetta. Já, en þetta tökur 3 sekúndur, ég ætla bara að spila þetta er bara byrjun á Ég lettinska vil laginu, ekki sko. enda þetta samt Úlfur, á mig langar að vita hvað Reykjavíkur dag. Nei, ekki enda eitthvað eftir huma. Já, við Eftir endum Huma. á Mr. President. Kóliatist homodrive. Nei, við verðum að enda á Mr. President. Það er samt bara svona 47 sekundur. En það Mr. President. Ég er ekki búin að hlusta almennilega á neitt af lögunum hans, sko. Ég þarf að fara að setja þau á playlistan sem ég nota í Eurovision. Þetta hérna þess að lettinska lagi, nei, þetta er auðvitað. Ok, byrju. Ok, Úlfur, mér langar bara að vita hvað þér finnst þessa línu. Ég hef aldrei heyrt þetta. Instead of meat, I ate veggies and Veggies and, og svo kom P-U-S-S-Y á skjánum á bakvið. Þannig að instead of meat I veggies and pussy. Ekki það grein, og þetta komst áfram í Eurovision. Svo líka Ítalía með eitthvað rosalega gott lag greinlega. Mér finnst það ágætt, þannig að... Já, og líka Ég langar að heyra öll lögin í alla leið. Það var líka eitt undanlag. Það var svona lag sem var Alla leiðir hundleiðilega. En já, ég minnum eitthvað Bosnoví eða eitthvað, ég manna ekki, í einhverju landi. Bosnovíu. Nei, ok, ég man ekki, einhver staðar. Bosníu-Herzegovini. Einhver staðar, þú veist, þetta var bara eitthvað, ég var San Marino. Undan úrslitunum, það var eitt lag sem heit I just had sex with your ex. Já, Það var lag það sem er hét það. stórspennandi. Ég ætla að flytja til San Marino og kjósa það. Já, þetta lærði ég eitthvað Gísla Martini vinnu mínum. Gísla Martini, hann var 50, ég sendi hann skilabóð og hann lækaði það. Ég sagði bara til, hann ekki veit daginn gamli. Í dag?
Hann var 50 í gær. Og hann bara fokkaður hann. Var hann að syngja ammálsyngi Gísla? Hann á Nei, happy birthday. Ég hata Gísla Martin, elskar hann á sama tíma. Ég í mjög skrýtnu ásasambandi. Já, þú haltu mér slepptum mér sambandi. Ég held að allir sem ég haltu mér slepptum mér sambandi við Gísla Martin. Já, hann svo mikill hálfviti. En á sama tíma þá finnum maður svo ógeðslega vænt hann. Já. Bara, hvernig hann einhvern veginn heldur hann sér svo skemmtileg. En já, ég vil ekki að spila happy birthday eða eitthvað. Erum við að fara að gera huma? Já, við spilum Mr. President, og kom í Summer en á meðanarfinu finna það til þá ætla ég að minna okkur á við öllum helstu samfélagsmiðlum, endilega kíkja þar Instead of meat, veggies and pussy. En já, og mér langar bara að minna ykkur á öll hafið það gott